Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Sólveig Þórarinsdóttir var verðbréfasali og bankakona í Landsbankanum, snerist lífið hennar allt lífsgæða kapphlaupið. Varstu ofurkona? Skemmtilegt skuli nefna þetta. Ég hef alltaf haft svolítið svona fyrirvara á orðinu duglegur. Ég held að það sé alveg sér íslenskt og mér þykir svolítið miður hvernig við hlöðum þessu gildi á orðið duglegur. Eins og það sé einhver samfélagsleg krafa að við eigum að inna hendi allar þessar ótrúlega ólíku tegundir af verkefnum og það í einum hvelli. Þannig að já, ég var svolítið að reyna að lifa upp að þessum standard. Hvar varstu stödd í lífinu á þessum tíma? Inn í banka og þú varst með 2 börn, ófríska 3. barninu. Já, það er rétt. Á þessum tíma þá var ég eignast mitt 3. barn á 4,5 árum. Maður minn var að starfa mikið erlendis en hann flýgur fyrir Landhelgisgæsluna og á þessum tíma var ég einnig að klára meistaranám í fjármálum og að því sem ég myndi segja kannski 2-földu starfi í skilanefndinni þar sem ég starfaði eftir hrun bankakerfisins. Hvernig var að vera inni í bankanum á þessum tíma? Það var auðvitað bara gríðarlega mikið álag eins og var á öllum og hefur alltaf verið svolítið samofið við þessa starfsstétt. Þar sem allir eru að reyna að halda öllum þessum boltum á lofti og láta allt ganga upp og líka miklir óvissu tímar. Þú ert viðskiptafræðingur, það ekki? Jú. Veistu af hverju þú valdir það starf? Mér þótti það bara afskaplega spennandi. Ég mjög ung byrjaði að starfa í banka, ég held ég hef verið 17 eða 18 ára þegar ég fór fyrst að starfa í útibúi fyrir norðan, þaðan sem ég er. Og á þeim tíma ætlaði mér í læknanám, en eftir að hafa starfað í eitthvað hálft ár eða 1 ár bara innan í þessu umhverfi, að þá snerist ég og skipti yfir á hagfræðibraut sem ég svo dúksaði af og þótti bara afskaplega skemmtilegt og fór í HR og kláraði löggildingu í verðbréfamiðlun og svona. Mér fannst þetta bara mjög spennandi heimur. Þetta var svolítið karllægur heimur og það var líka svolítið mitt umhverfi. Ég 4 bræður og alltaf verið svolítið bara mikið þar og mikið keppni og svona ná árangri og svona. Mér fannst þetta bara eftirsóknarvert. Hvernig líður manni svo þegar að það kemur þetta hrun og hvernig var svona, hvað ég að segja, hvernig upplifðirðu þjóðfélagi gagnvart fólkinu sem hafði starfað í bönkunum? Sko eins og ég upplifði það fannst mér auðvitað bara koma inn lamandi ótti. Fólk dofnaði, það var gríðarleg óvissa, bara almennt öryggi, öryggi fólks og fjölskyldna inn á heimilum og fjárhagslegt öryggi og allt þetta sem að setja svona stór strik í reikninginn. En í kjölfarið það fannst mér samt sem áður að bara við sem samfélag og bara við sem íslenska þjóðin, við höfum tekið okkur óbærslega mikið grettistaki okkar eigin málum og farið huga meira af því sem að skiptir meira máli okkar eigin innviðum og komið til vitundar. En á þessum tíma var þetta mjög erfitt að fara í gegnum þetta, vitandi ekki hvað framtíðin byrja skauti sér og þess háttar. Var aldrei vafi þarna á þessum tíma hjá þér að þetta væri það sem þú vildir virkilega starfa að og gera, að vera í fjármálunum? Eins og þegar vorum að fara í gegnum hrunið, nei, þá var ég bara alveg viss að þetta væri það sem ég vildi vera að gera. Svo ferði skilanefndina. Já. Og hvernig var það? Það var svolítið að þrífa upp, var það ekki? Jú, sko, þetta var þannig, þegar að geirblessaði Ísland, að þá voru náttúrulega þessi verkefni og þessar deildir sem við störfuðum í fjármálageiranum, verðbréfaviðskipti, gjaldeyrisviðskipti, hvort sem hlutabréf, skuldabréf, eitthvað, þetta var eiginlega allt bara lagt niður á einni nóttu. Og þarna náttúrulega voru inni gríðarleg verðmæti og hagsmunir. Bara fyrir allt samfélagið, fyrir lífeyrissjóðina, fyrir sjávarútvegsfélögin og öll stóru fyrirtækin og inni lágu samningar sem voru til dæmis gjaldeyrissamningar, afleiðusamningar. Þannig að ég mætti bara aftur til starfa nóttina þar sem var við að setja saman skilanefndina og fer inn í þessi verkefni að reyna að koma þessum málum í höfn, að vinda ofan af þessum samningum sem hefðu verið gerðir. Sem var auðvitað gríðarlegt verkefni eftir á.
En skipti það þig máli að geta klárað? Já, það skipti mig afskaplega miklu máli. Já. Og mér finnst svona svolítið eins og ég hefði náð að taka til eftir mig, ef svo maður segja. Já. Þannig að já, en þegar að því að ljúka, að þá fann ég var að verða ansi mett. Já. Þarna ertu komin með 3 börn. Og hvernig var pressan á ungum konum þarna á þessum tíma? Þú varst í mastersnám, þú varst í öllu. Var þessi pressa að utan eða komuna innan? Sko, ég held að þetta sé eiginlega tvíverkandi þættir og ég held satt best að segja líka við séum ennþá að glíma þetta í dag og þetta á bara við alla starfsstéttir. Við setjum bæði gríðarlega miklar kröfur á okkur sjálf og einnig erum við að reyna að mæta samfélagslegum kröfum. Eins og þú ert búin að nefna, það ætlast til þess að við séum bæði úti að starfa og við séum með okkar metnaðarfulla starfsferil og auðvitað þarf svo að tikka öll bóksin, það þarf að vera hesta heilsu, þannig að þarna bætast æfingar inn og ef fólk ekki búið að fullklára námið sitt þá þarf að gera það, samfara vinnu og svo eru þetta að stofna fjölskyldu og koma yfir sig þaki og svona, þannig að þetta eitthvað svona sem alltaf gerast á frekar skömmum tíma og það greiðlega algengt að fólk að kikna undan þessu álagi, að þetta nánast ómannskilegt álag á þessum tíma þegar allt ber undir og ég tala ekki þú ert að fara að hlúa að nýju lífi eins og að stofna fjölskyldu. Hvenær það sem að í raun og veru þú segir bara ég vil þetta ekki lengur? 2011. 2011. Já. Segðu mér aðeins þá sögu. Hvað gerðist? Já, það var svona bara ofsalega raunveruleg hversdagssaga. Ég á þessum tíma ófrísk að þriðjabarninu mínu og með miðstrákinn minn í fanginu, bara lítinn, 1 árs og litlu stelpinu með 3 ára hlaupandi í kringum mig og ég þarna stödd í sveitinni hjá ömmu minni og afa í Skagafirði, þar sem ég á ætti mínu Reykja og eru svolítið mínar heimaslóðir og þannig ég bara í helgarfríi og bara að njóta þess að vera að hitta fjölskylduna og ég þar á spjalli við ömmu minni og afa sem eru háaldra fólk og ótrúlega magnað og merkilegt fólk. Ég hef oft uppnefnt hana ömmu mína sem Amma Ást og hin ömmuna mína, nöfni mína Amma Kúl, það eru svo skemmtilegar og flottar ólíkar akkurat, bara það besta frá þeim báðum og þarna ég að eiga spjall við þau og þau eru þarna, ég veit ekki, Amma 85 og afi 95, þau eru ennþá þarna með sitt búin að eiga 10 börn og yfir 80 ekki 90 afkomendur og þau eru svo hamingjusum. Þau geisla af gleði og hamingju og ást. Og Amma stoppar mig í miðju samtali þar sem ég að stúsa með börnin og hún segir við mig bara, Sólveig, þú ert bara að verða alveg eins og ég. Og það kom svolítið á mig og ég hugsaði með mig bara, Amma, hún alveg brjálu, hvað á hún við? Ég Amma, þú átti 10 börn á 14 árum og þetta bara með 3. og alveg örugglega mitt síðasta. Og en þá segir hún við mig, sko konur á þínum tíma, þær eru ofurkonur, þið eru í svo mörgum hlutverkum sem ég þurfti ekki að sinna á sínum tíma og innan með mig fann ég alveg að það var það sem ég vildi geta upplifa þetta allt og þessi hugsun heims yfirráð bara verða bestur í því sem þú ert að gera og tikka öll bóksin en á sama tíma þá upplifði ég bara svona óbúslega sterka tengingu, það var bara eins og ég segi þarna, ég á æskuslóðanum í sveitinni og ég finn bara hvernig ég algjörlega jarðtengd og ég fæ svona straum bara í gegnum tilveruna, í gegnum líkamann og hugsa með mig bara, ef að ég á að geta orðið eins og þau einhvern tímann í mínu lífi á þessum aldri og geta horft tilbaka yfir mína arfleið, að þá það algjörlega útilokað draumi fyrir mig ef ég ætla að halda áfram í þessum lífstíl sem ég í. Ég var búin að vera lengi á varabatteríinu, vitandi það að ef ég myndi halda áfram þá myndi eitthvað bugast og það sennilega fyrsta sem fer og yfirgefur fólki í svona stöðu heilsan. Þannig að á þessum tímapunkti að þá sá ég það sem þau höfðu og ég kynntist það að þetta væri það raunverulega sem skipti máli í lífinu, að það þessi kærleikur og vera til staðar og bara eiga líf sem gildi hlaðið af ást og umhyggju. Af því þarna ég auðvitað ung móðir og stofna eigin fjölskyldu og svona að spyrja mér spurningar fyrir hvað stend ég, hvað langar mig að skilja eftir mig, og hver get ég verið sem móðir og sem þátttakandi í samfélaginu og ég sá að með þeim hætti sem ég var að lifa lífinu mínu
að það væri ekki að þjóna neinum og væri heldur ekki líklegt til þess að ég geti viðhaldið því. Ekki einu sinni þér sjálfri? Nei, síst af öllu. Hvað gerður þau? Það var nú bara svona stuttsaga af því að segja. Þetta var sunnudegi, ég mætti inn á golf í skilnefndinni morgun eftir og sagði starfinu lausu. Enda var það svo sem viðeigandi líka. Ég var búin að ljúka þessum verkefnum og á leiðinni í fæðingarorlof, en ég svona setti út þann skýra ásetninga. Ég vildi svolítið axla ábyrgð á þeirri tilveru sem ég væri búin að skapa mér og ég vildi ekki fá nein boð eða neitt slíkt nein störf í allavega 2 ár. Þannig ég ákvað að taka mér 2 ár þarna og þannig ég kveð á þessum tíma á svona frekar umbrotatímum í samfélaginu þetta starf, það sem er ekki gefið að fólk með þessa menntun og sem var svona frekar sértæk líka geti verið í starfi. Þannig að ég svona sný baki við því og ákvað að svona venda kvæði mínu í kross á þessum tíma. Var enginn eftirsjá? Nei, það var það ekki. Það var bara, ég fór frá móðurforeldrum mínum með þessu óbúslega sterku tilfinningu að nú væri ég fyrsta skipti að standa með sjálfur mér. Ég væri að fara að gera eitthvað sem þjónaði mínu sanna tilgangi. En fram að því fannst mér, og þegar ég horfði svona á mína tilveru, að ég væri stöðugt að reyna að tikka í öll bóksin sem að til einhver svona samfélagslegum kröfum. Upplifðirðu frelsi á þessum degi? Já, greiðilegt frelsi og létti. En auðvitað var fullt af fólki í kringum mig sem að spurði hvort ég væri nú alveg galinn og hverjum ditt í huga yfirgefa mikilvægt og gott starf sem þú þjálfaðir í og á þessum tíma og með unga fjölskyldu og já, vel launað þessum tíma en ég var bara alveg staðráðin í þessu. Auðvitað komu kannski upp stundir síðar og ég man eftir einu þar sem ég er yngsta barnið í fætt og ég stend berfætt inn í þvottahúsinu að brjóta saman gríðarlegt magna þvotti og þetta á miðjum degi og það þyrmir allt í einu svona yfir mig. Hvað er ég að gera? Væri ég kannski alveg galin eins og fólk var að spyrja mig að? Nú eru allir að fullu í vinnunni sinni og gera eitthvað sem skiptir máli og ég stend bara hálfklædd á miðjum degi að gera hvað? Brjóta saman þvott. Brjóta saman þvott. Og en þá kom aftur inn þessi sannfæring. Það var bara eins og fengi hérna tilfinninguna strax út, bara nei, þú ert algjörlega réttir í vegferð, þú ert búin að standa með þér, nú skaltu bara halda áfram og treysta því að næstu dyr verða opnaðar fyrir þér. Og það er þarna sem við ætlum að stoppa núna og við ætlum að fá að heyra vegferðina eftir þetta, eftir stuttastund. Takk. Nú er góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir, betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Sólveig Þórarinsdóttir kvaddi bankann árið 2011, þá vissi hún kannski ekki alveg hvað hún ætlaði að fara að gera. Hún vissi bara hún var ekki á réttri vegferð. Hvað tók við? Í upphafi þá var ég ekkert að hugsa það of mikið. Ég var ekkert að hugsa að fara að leita mér annarra starfa þegar að því líki að koma yngsta barnin á legg eða fletta niður blöðum og ég man alveg eftir að fengi símtöl og jafnvel eitt þar sem að mér var boðin draumastaðan sem ég var einmitt búin að þrá allan þann tíma sem ég hefði verið í Landsbankanum að komast í þessa stöðu og þegar ég fekk það boð þá var ekki einn þráður í mig sem að tendraði. Það var bara, ég fann að ég var ekki að fara aftur í það sem var ekki réttu farvegur fyrir mig. En þurftirðu tíma til þess að bara finna út hvert þú ætlaðir? Já, auðvitað eru náttúrulega breytingar í lífinu þessum tíma þar sem við erum að stofna eða stækka fjölskylduna. Já. En það sem í rauninni gerist hjá mér er að ég fer að iðka jóga og það reyndist bara að vera algjörlega líflínan í mínu umbreytingaferðalagi. Var það mjög meðvitað? Nei, það var það ekki. Ég fór af stað í jóga og bara vegna þess að mér langaði að komast í sterkan og heilbrigðan líkama eftir barnsburð og þess háttar. En það var í rauninni bara eftir fáeinar eða örfáa vikur sem ég var búin að iðka jóga þar sem ég áttaði mig á því að jóga var eitthvað allt annað en ég hélt að það væri. Já, það var ekki bara, ég svona sá þetta og fjallað eins og við erum að kynna jóga svolítið í vestrænum heimi sem svona bara hörku góða líkarsagt þar sem það teygði vel á í lokinu þess háttar. En það sem ég fór svo að upplifa var að allt viðhorf mitt
það var að breytast. Bara gegnum það að vera að gera það sem er sagt asanas, þessar stöður í jóganu. Allt viðhorf mitt fór að breytast í gagnvart fólki í kringum mig. Ég fann það sérstaklega inn á heimilinu að ég var farin að vera svolítið svona eins og þögult vitni í aðstæðum og ég fekk tækifæri til þess að velja alltaf viðbragð í hverjum aðstæðum sem ég var í. Þannig að aðstæði þar sem ég hefði kannski reiðst eða orðið viðkvæm eða eitthvað slíkt, að þar fékk ég tækifæri til að koma tilbaka og velja annað viðbragð inn í þær aðstæður. Og þetta voru breytingar sem mér líkaði mjög vel við og langaði að láta vaxa. Þannig í kjölfari fer ég út í það að langa að dýpka skilningin á þessu jógaiðkun og fór til Asíu og náði þeirri kennarréttindi. En þú ert þessi dúer líka, þú lætur ekki bara staða numið að fá einhverja hugmynd, þú gerir hluti. Já, en þarna var samt ásendingunni í rauninni ekki til dæmis að vera kennari. Ég hef alltaf verið mjög prívat, eða svona meira fyrir sjálfa mig. En eins og samt þú segir, bæði markmiðadrifin og vilja koma hlutum í verk, að þá ákvað ég bara þarna að fara í þetta kennaranáma því að það verður nú ekki hægt að stunda þetta jóga án að vera með gráðu, því það er nú eitthvað sem við vinnum svolítið mikið fyrir í okkar samfélagi. En í kjölfarið að þá gat ég bara ekki beðið eftir að komast aftur heim og byrja að miðla með öðrum þar sem ég var að upplifa eigin skinni. Ég fannst ég bara að vera búin að finna svo mikinn galdur sem yrði að vera aðgengilegur sem flestum. Fannst það einhverjum tímapunkti að þú værir að tengjast einhverju æðra? Já, mér fannst bara fyrst og fremst að ég væri að koma aftur heim til sjálfsmins. Og það er það sem að ég trúi svo mikið, óháð öllum trúarbrögðum og öllu þessu, að þetta býr allt innra með okkur. Að leiðu við förum að vinna út frá okkur sjálfum, að þá fellur allt miklu betur með okkur. Við förum að sjá lífið okkar í stærra samhengi og förum að taka réttar og betri ákvarðanir. Og hvernig virkaði það akkurat hjá þér? Það virkaði þannig að það sem að virtist vera bara svona random eða já, ég ætla að prófa að fara í jóganám og sjá hvert það leiði mig, að það leiddi af sér að ég var bara algjörlega uppnumin af þessu og kom strax heim og fór í kennslu og þar fór ég að vera vitni því að sjá fólk vaxa og dafna undir eigin augum og mér fannst þetta svo ótrúlegt og mér langaði svo gríðarlega að gera þetta aðgengilegt fyrir sem flestum. Mér fannst ekki ná að kenna nóg mikið í tímunum, þannig ég ákveði að skrifa bók, jóga fyrir alla og svo í kjölfarið að þá opnaði ég Sólir, jógastöðina út á Granda. En hún var einmitt kosin besta jógastúdíó í Evrópu í fyrra. Það er ekkert minna. Þetta er svolítið búið að vera mjög skemmtilegt ferðalag. Var það eitthvað markmið hjá þér? Nei, í rauninni ekki. Upprunalega markmiðið var að skapa hana vettvang þess að fólk geti komið inn og vaxið í öruggu umhverfi og það geti upplifað svolítið svona að það væri heima að heiman. Já. Af því að tilfinningin mín var svolítið mikið, þú veist, að komandi úr þessu starfsumhverfi og vitandi að þetta væri álagið sem flesti væri að glíma við. Ég þurfti að búa til eitthvað svona heilagan reit, ef svo maður segja, sem væri heildrænt vettvangur, sem væri að bjóða upp og allt sem tengist ekki bara líkamlegri heilsu, heldur líka andlegri. Þannig að það var upprunalega gildið og heldur enn, alveg óháð því eins og við höfum stækkað núna í tvígang og erum komið fjölbreyttari starfsemi, þá hefur það alltaf verið gildið okkar að bjóða upp á þennan vettvang fyrir fólk til að koma inn á og vaxa og koma auðvelda og greiða leiðina fyrir þau til að koma aftur heim til sín sjálfs. Þú hefur sagt mér að það sé kærleikurinn og ástin sem drífur þig áfram. Hvaða kraftar eru það? Já, sannarlega. Þetta er mín ástríða, þetta er það sem ég brenn fyrir. Ég vil meina það að kærleikurinn sé kraftmesta vaxtarafl alls lífs. Þar hefst allt, það er sköpunin okkar. En það sem við erum að glíma við þetta og það sem ég nefndi við hérna áðan, þegar við hugsum foreldrahlutverkið og velvilja niðurbrot og allt þetta álag, öll þessi átök og í versta falli ofbeldi og stríð, er vegna þess að kærleikurinn, alveg sama úr hvaða trúarbragðan kemur eða hvað, hann er oftar en ekki skilyrtur. Og leiðið fyrir að setja skilyrðingar inn á kærleikan, að þá er það ekki hreinn kærleikur. Og þar að leiðandi erum við að missa tökin, við erum að missa tenginguna við okkur sjálf, við erum að missa tenginguna við aðra, missa tenginguna við náttúruna, en það er allt leiðir til að koma aftur heim. Nú hefur þú breyst mikið, eða hvað? Hvernig er til dæmis maðurinn þinn í þessu öllu saman? Hver er Sólveig fyrir honum í dag og hvað með börnin þín og hvernig ertu orðin öðruvísi? Já, það er kannski erfiðast fyrir mig að segja hverja þær breytingar eru. Ég held samt
veist, eins og allar þessar tilfinningur, allt sem að, veist, ég bý yfir núna, veist, ég held ég hafi alltaf verið með heimþrá. Eins og þegar að allt gekk á hérna áður fyrir, sérst í lífstílunum ef við segjum hérna fyrir og eftir þessi skemmtilegi þáttaröð þegar, að þráttur að vera að gera þetta allt og á blaði leit þetta afskaplega allt saman vel út, að þá fann ég fyrir gríðarlegu tómarúmi innan með mér. Og ég hef náði einhvern veginn aldrei að fylla upp það rými. Aldrei með neinu sem tengdist neyslu eða eignast eitthvað meira eða verði eitthvað meira. Þetta var svo mikið tómarúm sem að náði aldrei að fyllast fyrir en ég fór inn á þessa vegferð þegar ég segi heimþrá, vegna þess að mér finnst þess að ég muni hvaðan ég kom. Nú veit ég alveg hver ég er, hvað ég hef alltaf staðið fyrir, en áður kannski þorði ég ekki að standa sjálf alveg 100% með mér. Nei. Hvaðan kemurðu? Við komum öll frá sama staðnum úr sköpuninni, en sko, það sem við eigum öll sameiginlegt, að við komum algjörlega heil inn í tilveruna. Það er ekkert að, veist, við eigum öll sameiginlegt að nýtt skapalíf er algjörlega óaðfinnanlegt. En það sem svo gerist er að við náttúrulega mótumst af ytri aðstæðum. Ég er mjög lukkuleg með mitt uppeldi. Kem inn í góða fjölskyldu og við búum á þessu dásamlega landi sem eru miklar allsnægtir fyrir flesta. En engu að síður þá fjarlægist ég sjálfa mig með þessum skilyrðingum sem að koma út úr samfélaginu og fyrir vikið var ég ekki að ná að lifa minn sanna tilgang. En í dag er hann, og hann er misjandi eftir okkur öllum auðvitað, en að það er að miðla til annarra, fá þetta gríðarlega fallega tækifæri til að minna aðra á hvaðan þeir eru að koma. Það er ekkert sem að þú þegar veist ekki sjálf núna, en ég kannski fæ tækifæri til þess að aðeins í gegnum eitthvað af þessum verkfærum sem við erum að nota, í gegnum heilunna, jógaið, öndunna, seiðkonuvinnuna, allt þetta, aðeins að svona, hreyfa við fólki og hjálpa þeim að finna hvaðan þeir eru að koma. Já. Segðu mér aðeins seiðkonuna, mér finnst það spennandi. Hver er hún? Seiðkonan, hún er nú svona kannski mest búin að vinna á bak við tjöldin, svona síðustu 5 árin myndi ég segja. Þetta er ekki svona það sem við myndum tala að væri hefðbundið störfið þannig. En ég vinn gríðarlega mikið með tónheilun og spila á mikið óhefðbundnum hljóðfærum, eins til dæmis gong og trommur og þess að sem ég útbúið sjálf og er meðal annars að ferðast alla Evrópu í samstarfi við aðra norðlenska vinkonu mína, Áshildi, og við erum að spila á gonginn þar sem við erum að heila fólk með orkuvinnu. Það er meðal annars það sem að seiðkonan gerir. Og sérðu mikinn árangur af því? Já, gríðarlegar umbreytingar. Hverjar helst? Það er svo magnað líka, veist, það sem að geta tekið mig mörg ár eins og að miðla áfram í gegnum jógakennsluna og gegnum líkamann og svona, er eitthvað sem að ég get séð gerast bara í einum ráðgjafatíma eða á einni helgi þar sem ég er að halda svokölluð námskeið eða svona sacred retreats að þar fyrir fólki gegnum algjört umbreytingaferðalag á mjög skömmum tíma í gegnum þetta. Þú bjóst við mjög mikið fjárhagslegt öryggi. Peningar, skiptu þeir miklu máli og hverju skipta þeir þig í dag? Satt best að segja að það verður bara viðurkenna það að fjármagn og peningar hafi í rauninni aldrei skipt mig í neinu sérstöku máli. Þeir hafa aldrei verið upphafið endinn eins af því sem ég hef tekið mig fyrir hendur. Og það er rétt sem þú segir, ég bjó við gríðarlega mikið fjárhagslegt öryggi og það er líka mjög ung. Og það sem hefur kannski aðalega kennt mér er að þeir færa mér sannarlega ekki hamingju. Í dag bý ég sannarlega ekki við fjárhagslegt öryggi, síður en svo, en ég myndi aldrei skipta út þessari reynslu og þessum lífstíl sem ég skapa mig í dag fyrir það sem ég áður hafði. Aldrei nokkuð tíman. Þurftirðu þá ekki að breyta lífstílnum alveg til þess að komast að annars stað? Jú, en ég er líka búin að átta mig á því að ég þarf ekki allt. Það sem við erum alltaf að sækja í ytra umhverfinu býr nú þegar innra með okkur. Þannig að við þurfum að ná í það. Já, við þurfum að koma aftur heim til okkar sjálfra, ég sé alltaf að segja. En góð saga er aldrei of oft sögð. Nú er ég alveg viss að það eru margar konur og menn að hugsa þetta sem þú varst að hugsa fyrir 9 árum. Að finnast það ekki vera á réttum stað, langa í breytingar. Hvað ráðleggur fólkinu?
að gera? Hvað á maður fyrst að gera? Já. Hvað á kona fyrst að gera? Sko, þegar ég er algjörlega ótengd og veit ekki hvað ég að gera, þá segi ég alltaf að það er best annarkvort að tala við einhvern sem er 4 ára eða það bil 8 ára. Ég held að þetta sé alltaf besta ráðið. Af hverju? Komdu með það. Ekki spegla okkur í þeim sem eru að nákvæmlega sama staðu við sjálf. En nei, það eru svo margar leiðir til þess að komast aftur til okkar sjálfur, en það er rosalega gott að tengjast náttúrunni. Þegar við erum bara, það þarf ekki að vera meira heldur en bara berfættur út í grasinu í garðinum til þess að vera tengd í náttúrunni aftur. Þar færðu inn þessu öfl sem að hjálpa þér að komast inn í tengingun aftur við sjálfa þig. Þannig að þú þarft eiginlega bara að setjast niður með sjálfum þér, hvað sem er í náttúrunni eða inn á heimilinu eða hvað sem er, og eiga við þig heiðarlegt samtal. Hver er ég? Fyrir hvað stend ég? Hver er minn draumur í lífinu? Hvað langar mig að gera? Og þegar þú getur svarað þessum spurningum heiðarlega, og það sem er svo algengt er náttúrulega egostöðin okkar, hún fer að selja okkur alla sögurnar, en það gengur ekki upp, og það er ekki fjárhagslegt öryggi, og hvað myndi nú foreldrar segja, hvað myndi makiðinn segja og allt þetta, allar þessar fortölur sem við komum inn og efasemdir. Og þá er bara engu að síður, veist, það er enginn sem getur staðið með þér 100% nema þú sjálfur. Og þú verður að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum þig þegar þú ert að eiga þetta samtali sjálfum þig. En ef þú ert að upplifa þessa tilfinningu að þú ert á einhvern hátt ekki á þeim stað sem þig langar að vera á, eigðu samtal við sjálfa þig fyrst og fremst og hlustaðu eftir hvað kemur upp. Hvað er það sem fær þig til að tikka? Ef að fjármáli til dæmis skipta ekki máli, þetta almenna öryggi sem við viljum merkja við, ef eitthvað af þessu væri ekki þættir sem skiptir lykilmáli í lífinu, hvað værirðu þá að gera? Heldur að við þorum að svara okkur? Ég held að þessi egostöð sem að fælst oft svolítið mikið fyrir okkur, hún tæki alltaf mikið rými. Þannig að það sem ég langar svo mikið að fá fólk þess að gera er að koma aðeins héðan úr heilanum og meira inn í hjartað. Og þegar ég tala að setjast niður með sjálfan sér og eiga samtalið sjálfan sig, er að alla breytingar byrja með okkur sjálfum. Ef okkur langar að sjá einhverja breytingar í okkar ytra umhverfi eða heiminum jafnvel, þá þurfum við að byrja okkur sjálfum. Við þurfum að vera breytingin. Þannig að já, höfum við hugrekki til þess eða hvað, fyrir mér er þetta bara ákvörðun, að taka ákvörðun og standa með henni. Þetta eru dásamleg lokaorð og ég veit að þú ert inspirasjón fyrir mjög marga og verður það áfram. Takk innlega fyrir að koma til mín í þáttinn þegar, Sólveig. Takk fyrir að taka á móti mér. Takk fyrir.